PISA 2022, 47% drengja nær ekki í hæfnisviðmið 2 sem þýðir að þeir geta ekki lesið texta og notað hann svona uppbyggilegan hátt í lífinu sínu sem náttúrulega gríðarlega mikið ágefni. Þriðjungur og rúmlega þriðjungur að nær ekki heldur grunnhæfni í stærðfræði eða náttúruvísindum. Strákar eru þrefalt líklegri til að vera með einkunnir undir 6,5 í framhaldsskólum. Við eigum Evrópumet í sem sagt vanvirkni ungra karlmanna. Sem sagt þessi NEET-hópur, það no education, employment or training, þannig bara ungi karlmenn sem mælast ekki í neinu. Við erum að hæsta hlutfall í Evrópu þar, höfum verið með Evrópumet í brottfalli og framhaldsskólum, við erum með einn lægstu innrituna hlutfall í háskóla í OECD-ríkjónum. Það alveg ljóst að það engin ein ástæða fyrir þessu, þær eru margar. Og partur af því svo sannarlega virðist vera samfélagslegur og eins og þú ert að koma inn á að ég meina sem dæmi, bara íslenski foreldrar koma bara allt öðru sér fram við strákan sína stelpur þegar kemur að námi. Við kaupum 2,5 sinnum minna bókum fyrir strákan okkar heldur en stelpuna. Sömu foreldrar. Virðist vera talsvert minni væntingar til að drengir standi sig í námi en miklu hærri væntingar að þeir standi sig í íþróttum heldur en á stelpuna til dæmis. Kennararnir sjálfi segja í vaxandi mæli taka íslenski foreldrar minna þátt í námi barna sinna og sérstaklega maður tala við kennara sem voru með 20-30 ára starfsreynslu þá sögðu þeir að það væri miklu minna að tekið þátt í náminu og ef að og þegar foreldrar eru virkir í þáttöku drengjana sinna þá margfalt minni líkur að það sé vandamál. En svo heyrir maður alveg svona ofsalega átakalega sögur og það sem erfiðast í þessari vinnu að vera þegar kennararnir og foreldrarnir að lýsa strákunum, einstaklingunum sem að lenda í þessu. Og þá oft ferðleikunni þannig að það strákur og hann fer snemma að lenda í einhvers konar áskorun í menntakerfinu, kannski ströggla við að ná að lesa og fer hans hægar á stað en jafnaldranir og svo haldið áfram svona ofta meðal hraða og það náttúrulega stórkostlegu skortur á námsgögnum á Íslandi, fjölbreyttu námsefni, allir kennararnir minntust á það, þannig ef þú ert farin að dragast á eftir þá oft það þannig að þú heldur samt bara áfram að fá námsefni með meðalhraða sem þá bara erfiðar og erfiðar og svo eðlilega úr þessu þróast oft einhvers konar hegðunar vandamál og agavandamál og drengurinn hættir að sjá tilgangi námi og upplifi bara kerfið styrki með honum og allt þetta. Og eflust vanlíðan bara. Já, mikil vanlíðan. Upplifa sjálfur og eftir á og svona. Og þá oft farið að tala við þá og þeir vilja oft ekkert segja og fyrsta svona tjáningin oft líkamlegri og það eitt af því sem við talaðum í skýrslunni að það rosalega munur og allir kennararnir tölum þetta á hvernig stelpur og strákar tjá vanlíðan sína. Stúlkunar miklu duglegar að gera með orðum og útskýra, strákarnir gera það meira í orku og jafnvel ofbeldi eða einhverju ólinni. Einhverju læti bara. Einhverju látum. En svo kannski 2-3 árum inn í kerfið og jafnvel þegar bara búið að fá eitthvað sálfræðing eða eitthvað rosa inngrip, þá oft opnast kistan, þá kemur oft svona í ljós, bara ég skil þetta ekki, það alltaf verið að tala að strákar hafa svo gott og ég búi í feðraveldi og svona, en ég hlýt þá bara að vera algjör aumingi vegna sem ég get ekki einu svona lesið og ég næ ekki námsefninu og þannig að væntingar klárlega hafa áhrif, hversu mikil ég þori ekki fullir það, þetta einhver partur af myndinni en svo var alveg klárt í skýrslunni líka að það eru samfélagsbreytingar sem að hafa gríðarlega mikil áhrif og ef maður settist niður og ég spurði alla kennara, alla foreldra, alla sérfræðinga, alla sem settist niður og spurði alltaf af hverju heldur þú að það sé svona, bara nákvæmlega spurning sem þú ert að spurja mig núna. Þá komu nokkra breytur sem inn í menntakerfinu sem að skýrslan tíundar vel og fer yfir hvers vegna við förum í lausnarlandslagi þar en það komu líka mjög stóra breytur utan menntakerfisins eins og til dæmis gríðarleg aukning á tækni notkun barna og þá fyrir drengina þetta rosa mikið tölvuleikja og klámneysla, fyrir stúlkurnar þetta rosa mikið samfélagsmiðlaneysla og náttúrulega fyrir strákana líka en það virðist hafa meiri áhrif á stúlkurnar og meðan tölvuleikinir og klámi virðist hafa meiri áhrif á stelpunar. Það bara skjátími almennt miklu meiri eða bara var kannski bara non-existent fyrir Já, þetta náttúrulega bara frekar ný áskorun bara upp úr svona 2013-14 samhliða þessu hefur orðið bara sem á eiginlega líka við hrun á svefngæði barna ég meina það kemur hann fram í skýrslunni að það 18-földun á ávísun svefnlyfja til barna á hvað var árunum 2006 til 2018 minnum að sé og það kemur fram í íslensku æskulýðsrannsókninni að stór hluti barna bara þreytt eiginlega alla daga, sofa greinilega ekki nóg, tæknin líklega hafa ykkur áhrif á þetta.
það kennararnir sérstaklega með löngu reynsluna og þetta kemur alveg fram í fleiri mælingum tala auki stress á íslenskum heimilum og það eru svona það eru stóra breytur þarna sem að líklega hafa talsverð áhrif